Heyrist í mér hérna. Svo sagt á Páll heiti og er svæðisstjóri Eflu á Suðurlandi. Þetta gamla verkfræðistofa Suðurlands, ef þið þekkið það nafn. En ég hef búinn að vera í þessum mælinga- og kortabransa frá því 1984 og undanfarin 2 ár höfum við verið að vinna í sambandi við kort og kortagerð með þessum flygildum. Við höfum verið með UAS Iceland sem er fyrirtæki sem er núna staðsett í Ásbrú er að vinna í þessu og Suðra, Brynjólfur Dan eða Binni Dan sem er mælingamaður á Selfossi. En hann er raunverulega svona, einn af frumkvöðlunum í þessu líka. Nú, við byrjuðum með forvera þessara vélar sem er, þið sjáu nú Trimble-vélina sem er þarna, kíkt á hann á eftir. Við byrjuðum með forvera hennar, Greatwing X100 vél, en það er síðan breytist yfir í Trimble fyrirtæki. Hugbúnað sem við vorum að nota og höfum verið að nota fyrst Pix4D, Trimble Business Center en núna notum við Trimble UAS Master í úrvinnslu gagna. Nú, svona til að segja söguna þá byrjuðum við á þessu vorið 2013. Það fór töluverð vinna í þróun á þessu, finna réttu vinnubrögðin og að raunlega samfæra mennum að þetta væri sniðugt. Við vorum svo samfærðir en þetta tók tíma að gera þetta og skila líka gögnum á því formi sem menn vilja. Og eins og allir vita þá var náttúrulega veðrið verið mjög leiðinlegt síðustu 2 sumur og það hefur kostað það maður verið að stökkva alltaf á stað þegar veðrið er gott og það kemur niður á fjölskyldulífið af því það var alltaf verið að stökkva í góða veðrinu í burtu eitthvað upp á fjöll eða gera eitthvað sem konunni fannst ekkert skemmtilegt. Nú, það er náttúrulega, þó þetta sé sniðugt, þá eru gögnin, þá er náttúrulega ýmsir annmarkar og gögnin ýmsu háð og það er náttúrulega birtu og vindi og veðri og þar sem við erum náttúrulega norðarlega á jarðarkringlunni þá lendum við því að þetta er eiginlega notvægt bara svona 8-9 mánuði á ári. Þó tókum við síðasta flug núna 20. nóvember en þá höfðum við svona rétt rúman klukkutíma til þess að vinna. En náðum 2 flugum á þeim tíma. Við höfum svo sem fyrst og fremst verið að vinna í sambandi við kortagerð og þá gera uppréttar loftmyndir og hæðarmódel og þess háttar en við höfum líka prófað að svona þróa okkur áfram í þessu. Hérna er vélin eins og hún er þarna í töskunni. Það heitir Trimble UX5 og við getum verið með flughæð frá 100 metrum upp í 750 og alltaf 45 mínútna flugþol og það er skottpallur sem við skjótum þessu upp af. Við sjáum það betur og eftir. Og lending er á sléttu svæði, svona 50 sinnum 20 metra og síðan er fjöldi mynda sem er tekin en þetta system byggir alltaf á því að flugvélin, það er myndavél þarna í bótiðinu, hún tekur myndir á ákveðnu millibili og þarna síðan er hugbúnaður sem tekur við. En tekur svona cirka 550 til 1000 myndir í einu flugi eftir flughæð og svona nákvæmni eða upplaust í myndum sem við getum náði við 150 metra flughæðir það bil 5 cm. En svona ef allt gengur upp, birta og veður og allt gengur upp. Og Getur þú að tala einn með þetta? Venjulega erum við 2. Það er svona öryggisatriði líka en það er hægt að vera 1. Síðan ef við fljúgum í 300 metra hæð þá er það cirka 10 cm
þá líka dekkum við miklu stærra svæði í hverju flugi. Fjöldi af þessum flugum sem við höfum tekið 2013 voru 20 og 81 flug í fyrra. Og við erum búin að fljúga eitthvað yfir 4.000 kílómetra í alls með þessum. Og við erum búin að brotlenda tvisvar og eyðileggja eitt boddi ónýtt og annað gátum við lagað. Og eitthvað 60 klukkutímar á flugi. Nú, þarna mynd af mér reyndar í Finnafirði. Við tókum það allt svæði í fyrra sumar út af rannsóknum, hafnarrannsóknum, og þessi gögn hafa verið svo notuð í áframhaldandi gróður og dýralífsrannsóknum. Nú, það sem Þú sérðu ekki það sem hún að fara yfir það? Nei. Það ekki með skjárana? Nei. Ég sé, þetta allt fyrirfram forritað inn í flugið. Hérna svona upplýsingar hvað við getum gert með svona flugvél, og það ýmsir möguleikar í fluginu. Það ekki bara þessi flugvél, það alls konar flugvélar til, ódýrari og dýrari, og skotið upp af höndum og lendi í neti eða lenda í gripi eða á sléttum fleti. Síðan eru einhverjar sem eru með fallhlíf. Þetta svona kostnaður cirka 3–10 milljónir eitthvað. Og fjarlægð frá stjórntölvunni cirka innan við 5 kílómetrar. Þessi vél samband við tölvuna í gegnum vílan, og það getur verið misjafnt eftir hvað en svona venjulega nær hún ágætu sambandi innan 5 kílómetra. Og þarna önnur tegundaflugvél. Við vorum aðeins að vinna í fyrra haust fyrir austan Hallormsstað með Norðmönnum, og þetta svona, þarna var multispektrum myndavél með venjulegri myndavél, og þetta var svona ósköp svipað að vinna með þetta. Henni var skotið líka upp að teygju, en henni var lent af flugmanni. Hann tók bara við lendingunni þegar hún kom inn. Síðan þyrildi eða þyrla sem við verið að skoða. Var reyndar úti daginn að skoða svona apparat, og það svona helstu upplýsingar. Þær eru flesta með minni flugtíma, 20–30 mínútur, en burðargetan meiri, kannski 2–4 kíló. En þær taka miklu minna svæði. Þær eru með 30–40 kílómetra hraða, en þola svipaðan vind, kostnaður svipaður. En þarna náttúrulega hægt að setja fleiri tæki og alls konar nema og búnað í þyrlum. Nú, ef ég fjalla meira flugvélina sem við erum með, þá myndavélin sem í, það Sony Nex 5, 16 megapixla, og síðan erum við ætlum að ná í aðra vél, Sony fyrir innrættuljós, near infrared. Við vorum með svoleiðis vél í fyrra sumar á láni prófa, og ég sýni nú einhverjar myndir og eftir sem koma úr þeirri prófun. Nú, við höfum ákveðið að við ætlum að kaupa okkur þyrlu. Það ekki búið nákvæmlega að segja hvað verður gert, en tæki sem gæti borið alltaf 3 kíló og verið kannski með hálftíma flugþol, og með svona fjölhæfari nemum. Það þessi nema sem verið að nota venjulegar myndavélar, hitamyndavélar, hyperspektral eða multispektral. Það hérna, þetta eru þessi 700 gram myndavél, þessi eitthvað mjög svipað, aðeins léttari. Þetta skanni, lítil
skanni, hann er reyndar rétt yfir 2 kíló. En það er öll þessi þróun er að létta þetta. Og það sem er hægt að nota þetta í er náttúrulega myndataka eins og við höfum verið að gera. Kortagerð, gróðurkort eða vinnsla, eftirlit með þessuna framkvæmdum eða mengun eða hverju sem er, talningar, fugla og seli. Við tókum myndir til dæmis í fyrra vor af golfvellinum í Hvaleiri og ég held við gátum nú nánast talið golfboltana á æfingasvæðinu hjá þeim þegar það var búið að vinna myndirnar. Nú, hvernig við gerum þetta svo, þá náttúrulega kemur eitthvað beiðni frá einhverjum að taka myndir. Við afmörkum svæðið, hvað við ætlum að gera. Þetta er Landmannalaugar sem er þarna. Við unnum það í sambandi við samstarfi við sveitarfélagi. Það var að vera undirbúa deiliskipulagstillögur þarna. Við ákveðum flughæð og hérna þeir vildu fá þessar fjallshlíðar hér alveg með og upp á topp og svæðin hérna. Þannig að við verðum að ákveða flughæðina út frá því að við breytum, þegar við skjótum vélinu upp, þá breytum við ekki flughæðin eftir og við verðum að dekka hérna hlíðarnar með því að annaðhvort yfirlappa myndirnar meira eða Nú, vindáttin spilar mikið inn í því að við reynum alltaf að fljúga eins og við getum í hlíðarvindi til þess að fá sama flughraða fram og tilbaka þegar hún tekur myndirnar. Hæðamönnum náttúrulega, síðan er flugtaks- og lendingarstaður, hann getur verið vandamál á hálendi en það var ágætt þarna í Landmannalaugum. Við vorum hér á þessu svæði og fengum að vera í friði. Þetta er myndar úr hugbúnaðinum. Þarna er búið að ákveða flugsvæðið. Við tókum 2 flug þarna. Þetta er annað og vindáttin er þessi og þá flýgur hún í svona línu. Þetta er lendingarstaðurinn hér og flög upp skotið hérna. Og þetta er flugferillinn. Og hér skýtur hún upp, fer upp, byrjar hérna og svo kemur hún inn og hún er í 370 metra hæð þarna og kemur hér inn og spíralar sig niður og lendir. Þetta eru myndir teknaðar við Hvaleyrarvöllinn. Við vorum undirbúið. Þetta er svona fyrsta alvöru flugið með þessari vél í fyrra sumar. Og Sveinbjörn sem situr hérna, hann tók þessar myndir. Og þarna er reynda mjög sérstakar aðstæður, bæði út á sjó og hraunið þarna. Þetta var snúið. Hérna er við Geysi. Þannig að þetta er Binni sem er suðri eiginlega og svona er henni skotið upp vélinni og svo kemur hún hérna inn og það er náttúrulega alveg óskaplega gott að hafa golfvöll þar sem maður er að vinna því það er eiginlega ekki hægt að hafa betra og þurftum bara aðeins að stoppa eitt par sem var að spila. Mann kemur hún inn. Nú er tölvan eitthvað að frjósa. En þetta hún lendir á svona 30-40 km hraða og ef það er mikill mótvindur þá verður hraðinn, þá kemur hún svona að manni finnst ansi hægt inn. Þetta er Geysir úr þessari myndatöku sem við tókum þarna akkurat sko. Þetta er cirka 20 cm pixelstærð og hefði getað farið þarna niður í 10.
Þetta er svona þægileg stærð á gögnum. En venjulega myndataka er svona, þegar hún flýgur, þarna sjáum við staðsetningar á öllum myndum sem eru teknar. Hérna betur og þið sjáum að þær snúa oft, vélin flýgur skakt. Hérna er myndpunktur á jörðu niðri sem við mælum inn með GPS-punkt og með GPS-tækjum og sjáum síðan í hugbúnaðinum. Og síðan er þetta þegar við erum búin að vinna, hugbúnaðurinn er búin að vinna þrívíddarmódelið af öllum myndunum og staðsetja þetta í réttum hitum. Þá getum við fengið ýmislegt út úr þessu. Hér er Digital Surface módel af stöng í Þjórsárdal. Þetta módel var mjög nákvæmt. Það var flogið lágt og vel yfir. Hérna, ef menn skoða vel, þá er hérna gamla fjósið og það er hægt að sjá alveg spjöldin eða þilin í fjósinu eins og við eru núna. Og síðan unnum við þetta áfram, þessi módel áfram. Þetta er náttúrulega mjög góð gögn. Þetta er hella, svona Digital Surface módel þar. Og ég veit ekki hvort að við sjáum, ef ég hefði verið með mynd hérna almennilega, hvort að fiskurinn væri þarna í, en við sjáum botninn. Þetta er sama, þetta er punktstí sem við tókum þarna út. Og hérna eru myndir, hæðalínur og síðan er tekið út úr myndunum. Þetta er tekið úr verkefni sem tókum norður í Héraðsvæði, þetta er Sauðárkróksflugvöllur og þetta er flogið reyndar í 150 metra hæð og verið að leita eftir gögnum út af Héraðsvatnum, flóðamálum. Og þetta er heildarsvæði sem við tókum þarna vestan megin í Héraðsvatnin, 65 ferkílómetrar og þetta er 11 flug og það er reiknað í 3 blokkum. Og þannig síðan vorum við að það er þessi mynd hér er tekin, eða þessi grúppa hérna er tekin 21. nóvember síðasta árið. Þetta er í október. Þannig að þetta er náttúrulega tekið í alls konar aðstæðum. Það er alls ekki sama birta yfir allan tíman. Svo er hægt að taka með þessu apparátum innröðar myndir eða nýjar myndir og þetta er tekið fyrir Þjórsá, fyrir Kjalöldur. Þessi mynd, við unnum þetta áfram og gerðum, þetta er bara önnur myndavél, það tekið nákvæmlega eins og venjulegu myndirnar og gert kort, þrívíddar eða upprétt loftmynd sem er síðan hægt að setja ofan á landmódel og þetta eru upplýsingar um myndavélina og með þessum filterum sem við notum, það er hægt að vera með aðra filtera að fá aðeins annað tíðniband. Það er hægt að vera með stakar myndir eða gera upprétt kort, þrívíddarmyndir og vídeó eða myndbönd. Þetta er mynd sem að þið unnu hérna innanhús áfram og var notað og síðan þetta er bara eina af myndunum sem flugvélin tók og reyndar af sama svæði hérna og síðan var gert svona þrívíddarmynd af gróðrinum og lagt yfir. Þetta var lagt yfir venjulegu myndina líka. Þannig svona er hægt að vinna með þetta og leika sér.
það er hægt að, eins og ég sagði án með þyrlunum, að vera með meira, vera með öðruvísi myndavél, hyperspektral, fá fleiri bönd í einu og þá hver mynd á þrengra band. Og við vorum með verkefni þannig í Hallamstað. Tókst nú ekki að, það er verið ennþá að vinna úr gögnunum, þannig að ég var ekki komið með gögn frá þeim, en þetta er frá framleiðendunum á myndavélinni. Þetta er reyndar frá úr fluginu en bara úr venjulegri myndavél. Við vorum kannski full seinir þarna á svæðinu, en þetta var mjög gaman. Norðmennirnir sem voru þarna með okkur sáu það að það er meiri vindur hér heldur en í Noregi. Þeim fannst þetta, þeir ætluðu ekki að vera aftur á þessum árstíma. Þetta er úrkoma úr svona myndavél, þetta skipt upp. Og þetta er finnskar myndavélar og þetta er hugbúnaður reyndar finnskur sem notar þessi myndir frá. Síðan er gögn sem þetta er að nota, við höfum verið að skoða samsetta myndavél sem hún er hitamyndavél, næturmyndavél og venjulegt sambyggt. Og það er hægt að vera með tvískiptan skjá, sjá bæði venjulega myndir og þessna hitamyndavél á skjánum þegar það er flogið með þyrlunni. Og hérna, þetta er svona myndir sem við tókum fyrir Sorpu, Álfsnesi, fyrir rúm ári síðan. Þetta er raunlega bara tölvugerð mynd. Við gerum bara þrívíddarmódel af svæðinu og hérna síðan bara er tölvan sem vinnur. Það er hægt að leika sér með þetta endalaust þegar það er búið að gera módelið og koma með góðar myndir og nákvæmar þá er. Eitthvað hnökrar í tölvunni. Hérna, þetta er, ég setti þessu nú eiginlega ganni inn bara til þess að þetta er frá landmannalögum af þessu sem við tókum daginn. Og þetta er nú reynda mjög gróf fluglína sem að settum inn. Við svífum þarna eiginlega bara í lausu lofti. Og hérna, þetta er svona eins og eitthvað avatar eða eitthvað svoleiðis, sko, eins og þetta er raunverulega hægt að leika sér óendanlega með þetta og vinna með þessi gögn og eins og sögðu þarna úti, það er kannski minnsta máli að fljúga þetta og það er vinnslan á gögnunum og hafa hugmyndaflug í því að ná, safna þeim saman og vinna með það áfram. Það er kannski aðalmálið í þessu. Að nota gögnin. Og ég ætla nú bara ekki að hafa þetta lengra núna, en flugvélin er þarna, menn getur að skoða og endilega ræða en það er náttúrulega eitt sem kannski við þurfum líka að hugsa í þessu er að það er líklega verið að setja reglugerð. Við höfum verið svolítið frjáls með að nota þetta og lítið svör þegar maður spyr hvað má og má ekki, en það er reglugerð í farvatninu og það þarf svona að passa að hún verði þannig að það verði hægt að nota þessi tæki við rannsóknir og í mælingar og þá vinnu sem þarf að gera. Og það er, ég vona okkur að við getum gert þetta þannig að það verði auðvelt að nota þetta, en þó náttúrulega með einhverjum ákveðnum kröfum. Til dæmis eins og myndirnar sem við tókum í
þarna við Sauðárkrók. Við vorum náttúrulega við flugvöll og vorum svolítið smeykir við að það væri eitthvað í gangi og ég var búinn að vera í sambandi við umsjónarmann flugvallarins og sagði honum hvað við værum að fara að gera og hvort hann þyrfti ekki að vera á vellinu þegar við varum að fljúga og svona til þess að láta vita ef það kæmi flugvél og hann hló bara að mér. Það er engin flugvél sem kemur þarna. Og við vorum þarna í nokkra daga og það stóð heima, það kom aldrei nokkuð flugvél. Og við reyndar erum alltaf með flugradíó með okkur, hlustum og fylgjast með. Og það er bara, það hefur virkað vel og ég hef látið vita eins og til dæmis við Landmannalaugar, þar er mikil traffík á þyrlum og ég lét fyrirtækin sem eru að fljúga þarna vita af því að við yrðum þarna og svo vorum við með radíó bara og töluðum við flugmennina ef við heyrðum í vél og menn voru bara ósköp ánægðir með það. En fyrst og þannig að það þessi eins og flugvélin, hún er alveg sjálfvirk í rauninni. Já. Hún getur þá líklegast ekki tekið tillit til þess ef það kemur þess að þyrla inn á hennar fluglið. Jú, ég get stoppað hana af, ég get sent hana frá, annarkvort stoppað hana á flugi eða þá að ég get sagt henni að fara á ákveðinn punkt og bíða eða ég get sagt henni að koma. Já, takk fyrir þetta, Ester heiti ég. Mig langar að spyrja einmitt út af þessu ef þú þarft að stýra eitthvað eða þarf hún alltaf að vera í beinni sjónlínu við stjórnandann eða stjórntölvuna ef maður til dæmis myndi setja hann niður fyrir bjarg eða eitthvað slíkt, hefur það eitthvað stjórn á henni? Eins og flugvélin er algjörlega, ég forrita hann alveg áður en ég senda hann upp og hún flýgur bara ákveðna leið en ég get sagt henni að stoppa eða koma tilbaka. Ef maður er með þyrlu þá og hún er maður þarf að stýra henni þá verður maður að sjá hana. En yfirleitt er hægt að það er nokkur 100 metra svið sem að þú getur verið með hann á, nokkur 100 metra frá þér. Þakka þér fyrir, Halldór heiti ég. Hvað er þetta þungtæki sem þú ert að fljúga? Flugvélin er 2,5 kíló með batteríu og myndavél. Þyrlurnar eru yfirleitt dálítið þyngri. Það eru kannski 5-6 kíló. Það er svona, jafnvel upp í 7 kíló eftir hvað þú ert með mikið. Hvað stór myndavél eða nemin er stór. Þær eru með yfirleitt miklu stærri batteri af því að það er bara meiri kraftur sem fer í að fljúga þeim. Já, þakka þér fyrir þessa kynningu, Kristinn Haukur heiti ég. Það eru 2 spurningar, önnur er hvers vegna þú þarft að vera miklu nær með þyrluna heldur en vélina. Þú talar um kílómetra á þyrluna en 5 kílómetra á vélina. Það er, fyrst og fremst, í þyrlunni þarftu eiginlega að sjá, þú þarftu eiginlega að sjá hana. Ef þú ert með, ef þú ert ekki með hana algjörlega sjálfvirka, þá þarftu að sjá og síðan virðist vera að það er meiri kröfur að þú haldir sambandinu í þyrlunum heldur en í flugvélinni. Flugvélin er hærra yfirleitt upp yfir 100 metrum og hún heldur betur sambandi. Það er svona eina stýringin sem ég hef svona, Ein spurningi varðandi upplausnina sem þú nefndir. Þú talar um að mér minnir að það veri eitthvað 10 cm pixlar í flugvél í 100 metra, hefði það ekki rétt? Nei, 5 cm 5 cm í 150 150 og hvað, 30 í? 10 cm í 300. Já, 10-300, ok. Ég ætla bara, hvað er þetta með við svona bara loftmælinga, góða loftmælingavél eða hvað? Svona eins og það er flug, eins og svo kallar lágflugi til dæmis. Það er svipað, það er 10 cm, er ekki kallið 10 cm sem er pixelstærð, sko.
Þetta náttúrulega tæki sem við hljótum hlýtur að verða notuð mikið í alls konar í rannsóknum, þægindi, talningum og eftirliti og alls konar, ekki síst mengun og það sem erfitt að komast að. Og öll þessi mælingatækni að breytast svo mikið. Kjartan heiti ég. Gögn sem þið eru búin að taka upp, verða þau einhvern tímann aðgengileg seinna með bara svona sem annarkvort með hæðalíkanið eða myndefnið? Það fer nú oftast nær erum við að vinna fyrir einhverja verkkaupa og okkar verkefni þannig að þetta þá bara sér verkefni og það raunlega undir verkkaupanum komið hvað hann vill gera með gögnin, hvort að þau verði opin eða bara fyrir þessi verkefni sem í gangi. Við höfum allavega megum nota þetta til að kynna þetta og þannig, en við látum ekki gögnin nema með leyfi verkkaupa. Við höfum ekki farið út í það að safna gögnum og bara til að selja seinna, heldur bara eingöngu verið að svona í verkefna tekið eitt og eitt verkefni. Erla Biðleiti, geturðu upplýst svona nokkurn veginn hvað kostar, hvað dagurinn eða hvað flugið og svona alltaf vinnsla? Hefur einhverja hugmynd það? Þetta eru svona lágmarksverði kannski eitthvað í kringum 300.000 fyrir utan vask, svona eitt flug í einhverju radíus frá okkur. Síðan þetta bara eftir hvað eru mörg flug og stór svæði og hvaða kröfur eru nákvæmni. Þetta svona, fer allt eftir. En eiginlega við komumst ekki undir cirka 300.000 pluss vask. Ég vil þakka þér fyrir, Páll, fyrir þessa fróðlegu kynningu, en hefur aldrei lent í því að fuglar ráðist á flygildið? Jú, tvisvar. Hvað gerðirðu þá? Ég get ekkert gert, það verður bara að vona það besta. Vorum að fljúga upp í Búrfell, eða fyrir ofan Búrfell, og þá föttum við það eftir smá stund að við vorum ekkert mjög langt frá Kjóahreiðri. Og það voru ítrykkaðar árásir, bæði á okkur sem voru þarna og á flugvélina. En ég veit að fuglar hafa eyðilagt svona vélar. Ég veit að það var í Afríku, það var örn sem tók vél og krassaði hana. Bara alveg. En við höfum sem betur fyrir ekki lent í því. Eitthvað munur á þyrlanum og þessi flugvélin fer náttúrulega hraðar og Ég meina hvort það meiri líkur að þessi ráðist á kannski annað? Það held ég ekki. Þeim meinilla við flugvélina, því ef þið sjáu lagið á henni, þá hún ekkert ósvipuð og fálki eða eitthvað eða svona fugl með góða flugeiginleika. Og þegar við búin að skjóta vélina á loft, þá snarþagna allt yfirleitt. Það heyrum ekkert í neinum fuglum eftir að vélin fer upp. Við höfum enn nokkra mínútur ef ekki einhverju fleiri sem vilja taka til máls. Hvað hafið við náð gæðunum í hæð í þessari mælingu? Við erum svona, það svona 1,5 sinnum pixelstærðin eitthvað svoleiðis. Við erum 7-8 upp í 10 cm nákvæmni í hæð. Það er svona stærðargráðan. Já, Ester aftur, mér langar að hljóðin í þessum græjum, einhver hávaði eða mismunandi eftir hvort þetta þyril eða flugvél?
heyrist mjög lítið í þessu. Þetta er nú bara rafmagnsmótor, þannig að hann er hljóðlátur bæði í þyrlunum og í flugvélinni. Þetta er mest náttúrulega þegar þú tekur á loft, þá er mestu krafturinn. En svo er þetta nánast alveg hljóðlaust, sko. Við heyrum ekki í henni þegar hún er komin svona, flugvélin 200-300 metra frá okkur, þá heyrum við ekkert. Það þarf eiginlega að vera beint yfir hausnum á okkur til þess að við heyrum í henni. Takk fyrir fróðlegt erindi, ég heiti Lovísa. Þú kom hana fram hjá þér að svona flygildi kostar frá 3 til 10 milljónir. Já. Er það bara flugvélin sjálf eða er það með öllum hugbúnaði og Nei, myndavél? bara flugvélin. Hvað heldurðu að kostnaður sé við svona pakka eins og þið eru að nota? Það er hægt að kaupa svo margar útgáfur af hugbúnaðinum. Hann getur hugbúnaðin kannski frá $3,000-4,000 og upp í eitthvað 10-20.000, sko. Jafnvel hægt að fá þetta fríver einhverju leyti. Þá er náttúrulega bara gæðin eftir því. Og það er mikið notað þessi hugbúnaður Pix4D sem ég nefndi þarna fyrst. Hann fylgir hugbúnaði hjá flestum þyrluframleiðendunum. Hann er mörgleyti ágætur og skilar ágætis myndum sem þrívídar módel. Kannski masterinn er betri í sambandi við kortin, uppréttu loftmyndirnar og kortagerðina. En svo er misjafnt hvað menn vilja nota þetta í og hvað vilja fá út úr. Og það er sumt af þessum hugbúnaði náttúrulega, sko, ræður ekki við þrívídar, sko, fulla þrívít, vera með marga punkta í sama setanhiti, sko. Þetta er svona, það er allavega misjafnt hvað hugbúnaðan ræður við. Nú, ef það er ekki fleiri